Slæmt veður gekk yfir norðan og vestanvert landið snemma í janúar. Við erum hér upp í gönguskorðum svokölluðum rétt norður á Sauðárkróki og hér er raflínan út á Skaga. Og hér eru línur sligaðar og hver einasti staur fallinn á löngu svæði. Og þetta má heita dæmigert fyrir ástandið í þessum efnum hér norður í Skagafirði. Þessi lína sem við sjáum hér er háspennulínan frá Laxá til Akureyrar. Hér liggur hún niðri með jörðu á löngum kafla. Víða var eldað við gas í rafmagnsleysinu og kúabændur urðu að handmjólka. Það var ekki alveg laust við að maður væri svolítið svona stirður í lúkkornum morgun eftir. Og mikla skemmdir urðu í Roki á Snæfellsnesi og meðal annars fauk þakið af súrheysturni á bænum Stakkhömrum. Og það sveif yfir húsin hérna og kom svo niður hérna fyrir neðan gamla húsið. Og hér í svonefndu Egilsskarði endaði för þessa bíls. Hann fauk út af veginum aðfaranótt fimmtudagsins og 3 menn sem í honum voru brugðu á það ráð að skríða tilbaka upp á hálsinn og létu fyrirberast í öðrum bíl sem þeir höfðu skilið eftir þar uppi. Mánuði síðan létu veðuröflin enn til sem taka svo munaði því þá gekk yfir landið mikið fárviðri sem olli einhverju mesta tjóni sem orðið hefur í einu veðri hér á landi. Í Vestmannaeyjum mældist 10 mínútna meðalvindhraði 110 hnútar og líklegt er að snarpasta vindhviðan hafi náð að minnstakosti 128 hnútum en mælirinn þar mælir aðeins 120. Við erum staddir í höfninni í Keflavík. Málið er einfalt, hér er snarvitlaust veður. Bátar hafa verið að slitna upp hérna. Það gerði mjög hvassa austanátt hérna klukkan 9. Eins og sjá má þá eru menn að reyna að bjarga bátum hérna. Engin slys hafa orðið ennþá og engin bátur slitnaði. Er það ekki auðvitað að þetta hús er ónýtt? Suðaustanáttin, hún gekk niður í klukkutíma en svo eins og hendi væri veifað var komið snarvitlaust suðvestan áhlaupsveður. Við erum staddir í höfninni í Sandgerði. Hér fýkur allt sem foki getur og menn er reyna að halda aftur á bátunum svo þeir komi ekki bara hérna upp á bryggjuna. Útvarpið gegndi lykilhlutverki sem upplýsingamiðill, flutti fréttir allan daginn og þangað var mikið hringt. Og núna 5-leytið þá er búin að vera stanslaus fréttatími og símar bóstarlega logað og við höfum kallað út fólk, fjöldi manns er að störfum sem hefur haft ærið að gera og ég man aldrei eftir slíku á fréttastofu útvarps. Annað langbylgjumestur útvarpsins á Vatnsendahæð gaf sig í veðurofsanum. Upphafað endalokum þessa mastur sem að fjall hér við Vatnsenda má rekja til þessarar stakfestingar sem hér er. Þessi festing gaf sig með þeim afleiðingum að slinkur kom á loftnetið og efri hluti þess fjall niður. Hitt mastrið hangir uppi ennþá en yfirmenn Pósts og Síma telja að veruleg hætta geti verið á að það fari einnig. Rafmagnskerfið á höfuðborgarsvæðinu hrundi í óveðrinu og nokkra daga tók að gera við skemmdir. Þá rofnaði símasamband við umheiminn tíma og hætta var á að jarðstöð Pósts og Síma fykki koll. Tjón einstaklinga í óveðrinu var mjög mikið og metið á hátt í 1 milljarð króna. Í framhaldinu kom fram að mannvirki hér á landi eru ekki byggð til að standast fárviðri eins og það sem gekk yfir í byrjun febrúar. Samfelldir þurrkar í sumar stórjuku hættu á uppblæstri á flestum afréttum landsins. Veður var þó fremur stillt svo menn sluppu með skrekkinn. Þá skrælnuðu tún sumstaðar sunnanlands. 9. júní vaknaði fólk hins vegar upp við vondan draum á Vestfjörðum því þegar það leit út gluggann þann daginn voru fjöll grá niður í miðjar hlíðar. Það tók þó fljótlega upp. Að kvöldi 16. ágúst var skýfall í Reykjavík. Á 1 klukkustund var úrkoman 18 mm, meir en mælst hefur hérlendis fyrr á jafnskömmum tíma. Niðurföll og holræsi höfðu ekki undan og víða var mikið tjón, einkum í kjallaraíbúðum við Hátún
og einnig í nálægum hverfum, til dæmis við Hlemm. Í byrjun október gerði ofsaveður norðanlands og á Vestfjörðum. 200 fermetrar skemma við Skjaldvararfoss á Barðaströnd fauk út í veður og vind í veðrinu. Nokkrum dögum síðar fauk vörubíll út af vegi á Kjalarnesi í miklu hvassviðri og í nóvember þurfti að aðstoða ferðalang á Kili. Það er enginn barnaleikur að ferðast hálendi Íslands í vetrarveðrum eins og þessu og þeir hafa svo sannarlega sannfært þetta Bandaríkjamennirnir sem hafa verið að velkjast hér á Kjalvegi í næstum 2 sólarhringa. Björgunarsveitir komu fólkinu til hjálpar sem hafði alltaf á Hveravelli á illa búnum bílum sem varð að skilja þar eftir. Engu var meint á volkinu en yngsti ferðalangurinn var 18 mánaða gamall. He's pretty tired. He's doing all right.